K-morgnar með Svala og Svavari. Ég drekk aldrei að stút úr ískap, en mamma gerir þetta. Aha. Já, þannig, þetta var henni ein ferna sem var undan henni því ekki drakk ég þetta og alls ekki pabbi minn, við drukkum bara rjóma. Og þetta var bara hennar ferna, þannig að hún átti það til. Ég man eftir því að hún drakk af stút, en hún drakk ekki neitt annað af stút. Drekkur undan henni í dag? Nei. Nei, ok, ég fór að velta þessu fyrir mér í framhaldinu þessu hvað eru margir, sko, mér finnst það, já, margir, það annarkvort eða. Ég til dæmis skil ekki, pabbi gamli var í heimsókn daginn og hérna, já, hann náttúrulega orðinn mjög gamall, sko, hann 970, sko. Hvað að? Herðu, og hann kom í heimsókn daginn og hérna, og þáði hjá mér einn öl og ég náttúrulega skveraði mér inn í skáp og náði í ölflösku og opnaði hann og smelti hann á borðið, slætaði flöskunum svona til hans. Já. En, nei, þá bað hann glas. Að sjálfsögðu. Ég held að þetta, já, þú veist, ok, allt góð með það. En mér finnst svo kunnalegt, taka þetta bara stút. Ég get það ekki. Svo homey. Ég get ekki drukkið af stút. Bjór af stút? Nei, ég get það ekki. En ekki hvað, auðvitað? Nei, minnst þetta bara að það kemur einhvern veginn svona, gósið verður einhvern veginn svo mikið. Nei, því alveg, en mér finnst miklu betra að drekka náttúrulega bara úr dós. Það er svo miklu feskar einhvern veginn. Nei. Jú, þetta er svona eins og beint á kunni, skilur við. Góðan daginn. Góðan daginn. Glasið af stút? Já, það er spurningin. Já, ég spyr þig. Hvort tekur hann á stút eða úr glasi? Já, bjórinn, sko? Það er stútinn. Stútinn, já. Já, það er vinalegra, sko. Ég kaupi eiginlega ekkert orðið nema bara í dósum í dag. Já, lítil, já, eða það. Ugatti. Hörðu, látum við ekki sjá. Góðan daginn. Jú, góðan dag. Hvað séu fallið? Frábært bara þeir sjálfur. Mjög gott, takk fyrir stút eða glas. Herru, það er bara eftir eins og þú segir. Nei. Hvað tilefni sko. Ef maður er í kringum börni sín og annan, maður vil náttúrulega vera fyrirmyndin, sko. Já, þú ert ekki að taka mjólkina og hérna... Nei, taka gúllara. Nei, ég reyna að koma að sjá því, sko. Ég er ekki klappar upp á mínu heimili ef ég væri að drekka bara beint úr ílátunum úr ískapnum, sko. Nei. En það er eitt hluti sem ég sá á einhverju af þessum, hérna, erlendu stöðum á fjölvarpinu. Já. Það var að vera að sína svona, smithættur frá rottum og annað, sko. Já. Og það voru vörubretti inn í einhverju húsi sem voru með fullt af svona, bjórflöskum og dósum og dóti. Já. Og það var að vera að sína svona myndir frá því þegar rottunar voru að Svalinn minn. Og flöskunar og dósinar og svo var það svolítið til ræktun og annað, sko. Já. Ég, eins og segja, eftir þetta þá fór ég að draga þetta til baka, það var að drekka stút og... Það sullast bakteríuna, sullast hún í glasið og hellir að stútnum. Já, maður veit aldrei. Ábyggilega minna heldur en þú ert að sleikja þetta. Kom on, þið drepist nú ekki. Þetta var nú eins og í gamla daga þegar rúmin voru járni og málu með skipamálingu og við erum ennþá á lífi, sko. Já. Við vorum ekki mikið að drekka, það er það. Nei, en ég menna í dag má ekki mála barnarúmsleiðis af því að það er svo hættulegt. Mér dreymdi í nótt að ég verið að borða rotteitur. Hæ? Já, það er fallegt. Þú ert eiginlega ekkert á staðnum, þú ert allt annað staðar. Það lítur eiginlega að vera. Já, en takk fyrir þessar leiðinlegu upplýsingar. Já, ég mátti til með að koma þessu bara. Ég þakka þér sérstaklega þegar ég vil fá þetta. Ég vil stútabjór. Já, nákvæmlega. Stútumbjór. Herðu, takk. Þetta er svipað sem með ávextina, þú verður að skóla, þú borðar ekki bara bein. Herðu, en missir þú það að þú borðar epli? Já. Veistu hvað næringin er? Hvað næringin er? Já. Í prósentum eða? Hún er í hýðinu. Hún er í hýðinu? Já. Hún er 95% í hýðinu. Já. Restin er ávaxtasykurinn. Það er líka svipað sem með kartöflur. Jú, í hýðuna, því að svo ertu bara með restina kartöflunum sem er sterkjan. Það er ekki fólk sem er að flýsa þetta. Já, þarna. Þarna þekki þið. Og þetta er bara eins og með fiskinn, bara eins og roðvatni. Þetta er svona eins og með dýrin, af hverju étum við þau ekki bara? Takk fyrir þetta. Ég meina, allt sem ég borða þarf að hafa haft móður, sko. Ég er voðalega lítið fyrir brokkoli og mikið brokkoli, sko. Það má vera með. Já. Er það ekki? Jó. Þarna. Fínu. Heyrðu, já, þetta er nú svona, þetta eru ánægilegar upplýsingar, þá vitum við það. Rotturnar eru búin að fara fögrum höndum flöskunnar. Myndu bara vörubréttin. Það er búin að senda þetta í ræktun. Ég hef enga trú á því að þetta sé svona í vörubréttunum hérna heima. Enga trú á því. Það er allt svo hreint og fínt. Ég meina Matvælaeftirlitið væri búin að loka þessu öllu saman en það væri ekki svona. Akkurat. Ég er að segja það. Já, ég veit það.
Akkur svararum mér á innsögnu, það hljómar aldrei vel. Nei. Hættis. K-morgnar með Svala og Svavari.